Tugir, jafnvel hundruð erlendra verkamanna hér á landi búa við harðræði eru fórnarlömb vinnumansals. През пилмо рейзи jutust така, не знам, sunds bez mājām. Að þá líður þeim eins og þeir séu einnota vinnuafl. Verkalýðshreyfingin hefur sérstakar áhyggjur af starfsmannaleigum. Við erum með 34 mál sem við erum vinna að akkurat núna. We know so many people who steal food from the shops. Yes. Because not money for the living. Starfsmennirnir hírast í húsakynnum sem vart geta flokkast sem mannabústaðir. And were they on you? They in my body, yeah. And so drink my blood. Þetta bara vilt að vestri. Í þessu húsi á höfuðborgarsvæðinu eru 3 samskonar íbúðir. Fæst okkar vildu sjálfsagt búa við þessar aðstæður, en hér búa 15 til 20 manns saman, allt karlmenn frá Lettlandi. Þeir eru hér á vegum starfsmannaleigu sem skaffar þeim bæði vinnu og húsaskjól. Einn þeirra, Sandris, samþykkir að tala við okkur. Sandris er 49 ára og lærður smiður. Hann er frá litlum bæ í Lettlandi og á 10 ára son í heimalandinu. Why did you come to Iceland? I come for the job, good salary. Did someone tell you that it would be good to work in Iceland? Yes, my friends been before in this years ago. I said it's very good life. Sandris komst í samband við starfsmannaleigu sem er með skrifstofur bæði í Lettlandi og á Íslandi. Þar var honum lofað að hann fengi 500.000 króna í launamánuði eftir skatt. En raunin varð önnur. Wages is 2,500 crowns per hour before tax. And 4,500 crowns per overtime hour. Minus, we pay 90,000 crowns per room. So how much money did you get for 1 month? About after all taxes and everything, maybe 500 a week, maybe, that euros. Sem gerir í allra mesta lagi 300.000 krónur á mánuði, 200.000 krónum minna en honum var lofað. And from this money, we pay for living, for food. Food is very expensive in Iceland, yes, of course. How money left is not much, because we send money to the country for families and not much money left. I don't have this money. I'm coming for the dream, for the good wage, but my dream is broken. So my family not happy, I'm not happy, not me alone. So my workmates, the same problem. Sandris og félagar hans eru langt frá því að vera þeir einu sem hafa lent í misneytingu og mögulegu vinnumansali á íslenskum vinnumarkaði. Það gerist á hverjum degi nú þegar mikill skortur á vinnuafli, ekki hvað síst í byggingariðnaði, þar sem allt á fullu. Sú grein, rétt eins og veitingageirinn, byggir á erlendu vinnuafli því það vantar einfaldlega fólk. Það ástand skapar viss tækifæri, líka fyrir þá sem víla ekki fyrir sér að fara á svig við lög, samninga og almennt velsæmi. Þegar farið var að ræða við erlenda iðnaðarmenn sem voru við vinnu á staðnum var athyglisvert að heyra þá nefna tímakaup sitt. Fyrir 6 árum fjallaði Kveikur vinnumansal og misneytingu á íslenskum vinnumarkaði. Þá sýndum við hvernig stundum farið með erlenda verkamenn sem margir komið til landsins í gegnum starfsmannaleigur. Við sýningu þáttarins varð uppi fótur og fit í samfélaginu og ráðamenn lofuðu að ráðast á vandann. So 1st of June you should see higher pay by 3%. En hefur þetta breyst? Eða byggjum við enn á vinnuafli sem hýrist í kompum á kjörum sem ná ekki lágmarkslaunum? Er enn stundað vinnumansal og misneyting hér á landi? Stutta svarið er já.
Mansal og misneyting launafólks þrífst á íslensku vinnumarkaði. Það eru auðvitað verkalýðshreyfingin hefur verið að benda á það í mörg ár að þetta er vaxandi vandamál á íslensku vinnumarkaði og auðvitað misneyting og mansal til staðar hér eins og annars staðar. Samkvæmt skilgreiningu vinnumansal það þegar einhver, oftast vinnuveitandi, hagnast á vinnuframlagi annars. Starfsmaðurinn blekktur til að taka við starfi með röngum upplýsingum, til dæmis laun, vinnutíma, aðbúnað á vinnustað eða húsnæði. Oft beitt hótunum til að koma í veg fyrir að þolandinn leiti sér aðstóðar eða segja upp störfum. Við höfum fengið ansi mörg mál undanfarið 1,5 ár, þar sem grunnleikur misneytingu og eða vinnumansal á íslenskum vinnumarkaði. Og þá erum við tala sérstaklega starfsmannalegur. Við höfum tilkynnt 5 fyrirtæki vegna gruns mansals til lögreglu þar sem af árinu, en það eru þetta bara toppurinn. Sandris og félagar hans voru látnir vinna mjög mikið. Yes, we work 10 hours a day. 8 hours is normally and 2 hours is overtime. And we work Saturdays, Sundays. If you not work, next time not give you a job. So we work very hard and long time. Sandri segir að það hafi ekkert þýtt að kvarta yfir launum eða vinnutíma við stjórnendur starfsmannaleigunar. We talk agency never know answer, never. If this question's not for agency interests, so never no answer. They don't answer you? No. Í dag 04 09 24 1 2 3 4 svona. Verkalýðshreyfingin sinnir sérstöku vinnustaða eftirliti en hlutverk þess að ganga úr skuggum að aðstæður á vinnustöðum séu í samræmi við lög og reglur og koma þannig í veg fyrir til dæmis mansal og svarta atvinnustarfsemi. Við slóumst í för með slíku eftirliti á lóð Nýja Landspítalans í byrjun september. Do you know if you're in a union? Do you know what a union is? No, here, right. Do you have like Icelandic personal ID number, like Kenitala? Yeah, okay. Right. Okay. Do you have any formal education from your home country, from Latvia? Education? Yeah, like trade school, carpentry or mechanic or anything like that? No, I don't have. Okay. Samkvæmt svörum frá Nýja Landspítalanum voru 12 þeirra sem störfuðu á lóðinni á vegum starfsmannaleigna. Í svarinu var fullyrt að réttinda þeirra væri gætt. Verkalýðshreyfingin hefur sérstakar áhyggjur af starfsmannaleigum. Eins og nafnið bendir til eru það fyrirtæki sem flytja inn starfsfólk frá útlöndum og leigja það áfram, oft til verktaka en einnig til annarra, svo sem sveitarfélaga. Einhverjar þeirra starfsmannaleigna sem Kveikur fjallaði árið 2018 eru enn að störfum en undir öðru nafni og kennitölu. Sumar þeirra eru með 100 milljóna, jafnvel upp undir milljarð króna í tekjur á ári. En aðferðir þeirra við að fá starfsfólk til landsins hafa lítið breyst. Oftast það auglýsing eða einhvers konar loforð í heimalandinu. Þetta fólk sem komið frá Austur-Evrópu, Lettlandi, Litháen, Pólandi, Úkraínu og líka Rúmeníu. Auglýsingarnar lofa góð laun, húsnæði, ferðir í og úr vinnu. Við höfum séð lofaðar upphæðir frá 3.000 evrur til 3.500 evrur á mánuði eftir skatt, en við höfum ekki séð þessar tölur þegar við skoðum launaseðla viðkomandi. Hér sjáum við dæmi launaseðil frá starfsmannaleigu. Viðkomandi starfsmaður vinnur 90 tíma í dagvinnu fyrir 2.230 krónur á tíman og tæpa 7 tíma í yfirvinnu fyrir 4.015 krónur á tíman. Laun hans eru því samtals rúmar 252.000 krónur þann mánuðinn. En þá á eftir að skoða það sem dregið af laununum hans. Þar eru meðal annars 77.000 krónur í húsaleigu, 10.000 í bílalegu og rúmar 53.000 krónur fyrir flug og flugrútu. Eftir standa útborguð laun 33.748 krónur. Við flest erum vön því að við fáum launin okkar og jú, vissulega það búið að draga frá skatt og iðgjöld og svoleiðis, en við fáum launin okkar og svo ráðstöfum við þeim sjálf. Við greiðum leigu eða húsaláni, við kaupum í matinn, við borgum að bílnum og svo framvegis. En í þessu módeli það oft þannig að
atvinnurekandinn að sjá alla þessa frádrætti. Allir þessi frádrættir eru á hendi atvinnurekandans, þannig að þú hefur ekki þessi yfirráð yfir launaníðinum eins og eðlilegt Verkalýðshreyfingin hefur séð mjög ýkt dæmi, meira að segja, þar sem launaseðill starfsmanns í mínus, þannig að hann hreinlega skuldar atvinnurekandanum sínum peninga eftir mánuðinn. Og viðkomandi fékk kröfu inn á heimabanka sinn og þá var verið að draga alls konar húsalegu 3 mánuði fram í tíman frá og svo framvegis alls konar leiðir fundnar til þess að draga öll launin tilbaka. Þannig að við höfum séð í rauninni allan skalan. Við höfum séð launaseðla með 30.000 krónum útborgað, 100.000 krónum útborgað og svo allt niður í mínus. Í byrjun ágúst fóru Saga, Gundega og fleiri fulltrúar frá ASÍ til Riga í Lettlandi. Og við fórum til Lettlands af því að það var sérstaklega stór hópur frá Lettlandi í fyrra, yfir 20 manns. Og við höfum líka séð auglýsingar, það sem verið að auglýsa eftir ákveðin starfsmannalega að auglýsa eftir starfsfólki frá Lettlandi. Það sem að góðum launum og húsnæði á góðum kjörum lofað. En eins og fulltrúar ASÍ komust að þegar þeir tóku viðtöl við nokkra þessara manna í Riga, var upplifun þeirra langt frá því að vera í samræmi við loforðin sem starfsmannaleigurnar gáfu. Tā alga bija 347.000 krónas. Man liekas, ka man tas pēdējais mēnesis bija vispār kaut kāds 232 stundas, man liekas, vai kaut kas tāds. Un kā viņa tās algas skaita, to es arī īstenībā nevaru saprast, tikai tāpēc, ka mēs atbraucām kopā ar draugu. Ka daudzreiz lielāka alga nekā viņi maksāja tur. Es nezinu, kā viņi maksāja par stundām, vai es pat nevarēju saprast, ja godīgi ienākumu. Uz mājām aizsūtīt nevarēju naudu nekādu tādu. Nodarbojos ar celtniecības darbiem, strādājot uz pilsētu Gardebajer. Remontējām skolas, bērnu dārzus un mājas, kurās dzīvo cilvēki ar speciālām vajadzībām. Kveikur sendi fyrirspurn á stóru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hversu margir starfsmenn frá starfsmannalegum innu á vegum sveitarfélagsins og hvernig réttindi þeirra væru tryggð. Aðeins eitt svar barst í tækatíð, það var frá Reykjavíkurborg. Þar sagði: Ekki sérstakt eftirlit með réttindum þess hóps sem starfar hjá verktökum og koma í gegnum starfsmannalegur og höfum við ekki upplýsingar hversu margir sem starfa hjá fyrirtækjum í verkefnum fyrir Reykjavíkurborg koma í gegnum starfsmannalegur. Tur gāja, zinu, kur naudas nebija, viņam avansu prasīja, viņa neiedeva avansu, viņa mēs nebija, viņa gāja uz veikalu vekt, ko paēst. Man pirmo reizi es jūtos tā kā attieksme kā pret suni. Pirmo reizi dzīvē. Es esmu dzimis Padomju Savienībā. Es esmu izgājis cauri 90. gadus Latvijā strādājot, bet es pirmo reizi jūtos tā kā, nezinu, suns bez mājām. Ar attieksmi tieši tādu. Kveikur hefur undir höndum skilaboð sem starfsmannalega sendi verktökum fyrir skömmu. Þar kemur fram að hægt sé að leigja starfsmann fyrir 3.900 krónur á klukkutíman í dagvinnu og 4.900 krónur á tíman í yfirvinnu. Lágmarkstaxti í dagvinnu 2.482 krónur. Og þetta dæmi bara gengur ekki upp því að inn í þessu lágmarkslaun verkamanns en svo eiga öll launatengdu gjöldin eftir að koma ofan á pluss laun starfsmannalegu eigandans, milliliðsins. Þannig að þetta gengur ekki upp og við þetta myndum vilja að verktakar eða þess að fyrirtæki sem fá svona pósta hugsi sig tvisvar og taki ekki ódýrasta tilboðinu bara því að það ódýrt. Tā nav, nebija. Un algas dienās tur tā visam absolūti, tur viss gāja pa gaisu. Tur. Visi tur zvanās hatlai un tur sūdzās, kāpēc tā, kur manas tur naudas, kur kaut kas pazudis, par ko man novilks šitais, par ko man novilks tas. Un... Annað vandamál að starfsmannaleigurnar geta ekki alltaf boðið starfsmönnum upp á vinnu, jafnvel dögum saman. Og þá fá þeir engin laun. Jā. Ko viņi darīja tajā situācijā? Ja tu nestrādā pāris dienas, lai to pēc tam tāpatās ir jāsaņem nauda. Tad mums bija cilvēki, kuri pa 2 nedēļām tur aiziet 2 nedēļās, 1 reizi, 2 reizes uz darbu un saņem, cik var saņemt to laiku, ko nesiemt. Kad dzīvo bez naudas, ja tu aizēji uz darbu, ja tu pirms neiet, tad īstenībā nevar.
Un velk bija arī, es zinu, ka noteikti ir tāds apakšā. Starfsfólk Hlífar í Hafnarfirði hefur vart undan að vinna úr málum sem varða launakröfur á starfsmannalegur. Við erum með 34 mál sem við erum að vinna að akkurat núna, en fleiri einstaklingar hafa leitað til okkar. Þannig að talan er í rauninni herri? Talan er í rauninni herri, já. Þessi 34 mál, þessar launakröfur, veistu svona cirka hvað eru miklu peningar sem að þið að segja? Já, launakröfurnar okkar eru frá svona cirka 200-300.000 upp í bara milljónir. Á mann? Á mann. Þegar allt er talið nema heildar launakröfur sem aðeldarfélög ASÍ gera á hverju ári, 100 milljóna króna. En þessi starfsemi bitnar ekki aðeins á starfsmönnunum sjálfum. Hún getur bitnað á byggingariðnaðinum í heild og á þeim sem kaupa þjónustuna. Jón Sigurðsson er verktaki og formaður meistarafélags húsasmiða. Hann hefur miklar áhyggjur af starfsemi starfsmannaleigna. Þetta skekkir alla samkeppnismynd í okkur markaði. Það er engin virðing borin fyrir löggildingu iðnaðarmanna. Það er ekki verið að bjóða iðnaðarmenn á þessu leigum í störfi iðnaðarmanna. Þetta er ófaglærða menn sem sagt? Þetta er allt saman ófaglært. Bitnar það á gæðum verka? Það bitnar á gæðum, já. Hafið þið séð dæmi það að starfsmannalega skila sér verri verkum en aðrir? Já, ég hef meira séð dæmi það þar sem hefur kvartað til mín og ég hef farið að skoðað að þar frétti ég að það voru starfsmannalegu menn að vinna og verktaki sem var með verkið, hann fylgdi engu eftir og sendi enga verkstjóra og gerði ekki neitt. Og sagði svo bara að þetta væri fullkomlega verið inn í verk. En að mínu viti var þetta gjörsamlega óásættanlegt. Samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun eru hvorki meira né minna en 19 starfsmannalegur skráðar hér á landi. Samanlagður heildar starfsmannafjöldi þeirra í júlí var 584. Langstærstur hluti þeirra, 38%, var frá Póllandi, en næst á eftir komu starfsmenn frá Lettlandi og Litáen. Gundeka segir að verkalýðshreyfingin hafi haft afskipti af flestum starfsmannalegum á Íslandi, sumum þeirra ítrekkað, vegna þess hvernig komið fram við starfsfólkið. Við höfum upplýsingar að oft þegar viðkomandi starfsmaður vildi dæmis hætta, segja upp, eða líka þegar viðkomandi starfsmanni er sagt upp, þá vill atvinnurekandinn að hann flytur út strax út úr húsnæðinu. Það þýðir að viðkomandi lendur bara út á götu. Já, svo ef við fer aðeins í það sem þeir eru að segja okkur og það sem að kannski skilaboðin sem þessi menn fá oft og hafa, eins og þeir hafa lýst þessu við okkur, að þá líður þeim eins og þeir séu einnota vinnuafl. Hverju svara starfsmannalegarna? Segja að það er bara að það sé allt upp á tíu hjá þeim? Já, mín tilfinning er að í okkar tilfelli þá atvinnurekandinn er ekkert alveg sjá hvar vandamáli liggur. And never now when I'm working as from Latvia send for me money for the food. So never before when I work around in Europe, nobody send money from home for me for living. Never. But now they have sent you money to Iceland? Yes, send for me the money to Iceland. En það eru ekki bara launakjör þessa fólks sem eru ekki í lagi. Vistarverurnar sem þeim er boðið upp á eru ekki alltaf upp á marga fiska. Þessar myndir tók einn starfsmaður á slíkri leigu af vistarverum mannanna á höfuðborgarsvæðinu. Og eins og sjá má eru þær ekki merkilegar, svo vægt sér til orða tekið. Положено. Не работает. Тут он как-то прикручен, что-то так, ну, тоже постоянно такая хуйня, который постоянно бьет. Tas pirmais, kur mums aizveda, tas bija šausmas. Vienmēr sakot, divstāv māja, vai pat trīsstāv, ka pagrabstāvs arī ir. Tā kā, vienā pusē ir viena pusmāja, otrā pusmāja. Un tad sanāca tur 5 istabās, laikam bija 8 vai 10 cilvēki. Tur tikai žurkas neskrēja vēl. Pārējais tur bija vienkārši, nezinu.
No front on the dishwasher. No front. No front. But this is the best place. Yeah, best place. Best place. So this is your room here? That is my room. It is not very big? 5 square meters. 5 square meters? Yes. Yeah. And can you show us the bathroom? It's the bathroom? Yes, of course. En þótt húsakynnin sem Sandris og félagar hans búa í núna séu ekki upp á marga fiska, segir hann að þetta sé hátíð með við fyrsta húsnæðið sem starfsmannalegan skaffaði honum. Yes, we can. Yeah. So what is this? That is the house, the next street. Where you lived the first time you came? First time you ever sent me. It was dirty? It's very, very dirty. Was it in a basement? Yes, this in basement, yes. Maybe not a place for people to live in? No. And there were bed bugs? Yes, with bed bugs, yeah. How many people lived there? 4 people, but the rooms for 5. And everyone from Latvia? And everyone working for the same agency? Yes. And this is the bed bugs. And this is a picture you took from your bed? Yes. There were many bed bugs? Many. When I stay in this room for about maybe 5 hours or 4, so I found 5 bed bugs. And were they on you? In my body, yeah. And so drink my blood. Did you itch? Of course. Kveikur sendi myndin af skordýrinu til Náttúrufræðistofnunar sem staðfesti að þetta væri veggjalús sem nærist alfarið á blóði sem hún sígur úr fórnarlömbum sínum. Only this one, which we know is best where we live now. But where live another people, I don't know how these people live. So you think this apartment here is the best for... That is the best. That is the best, for yes. Workers for this agency? Yes, that is the best. Because another ones is absolutely... I don't know how people live in this another rooms, in the houses, flats. Svo annað sem við sjáum í þessu húsnæði, þar sem að starfsmannaleiga búa, sem segja búa margir saman frá mörgum löndum. Þetta svona verbúðar ástand svolítið. Það ákveðin svona félagslega einangrun. Þú ert sendur bara tyst og bast og þú tengist ekki vinnustaðnum sem þú ert á. Heldur umgengstu langt mest bara samstarfsfólk þitt á þessari starfsmannalegu. Það ekki mikið við að vera. Þú kemur heim úr vinnunni og þá og oft mikil drykkja og jafnvel fíkniefnanotkun. Hafið þið aldrei bara hreinlega hringt í lögregluna út af málum? Jú, ég fekk einu sinni mann hingað til mín sem var mjög illa á sig kominn. Hann var ekki með húsnæði, hann var slasaður. Ég hringdi í lögregluna, en lögreglan í rauninni vísaði mig á því að panta tíma sem þurfti bíða í einhverjar 2 vikur eftir. Á meðan lögreglan myndi í rauninni finna tíma fyrir heimsóknina, finna túlk. Það var ekki bregðst við þessu. Kveikur hefur rætt við fjölda manna frá Austur-Evrópu sem hafa allir mátt þola misneytingu á íslenskum vinnumarkaði. Flestir þeirra gáfu vilyrði fyrir viðtali á fyrstu stigum en guggnuðu svo allir. Það segir sitt valdið sem vinnuveitendur hafa yfir þeim og óttan sem mennirnir bera í brjósti. Og örvænting sumra þeirra algjör. We know so many people who steal food from the shops. Yes. Because not money for the living. We know these people. So people for this agency? Yes. Who are working for this agency? Yes. They go to the store and steal? Yes. Yeah. Lögfræðingur systursamtaka ASÍ í Lettlandi segir að þær upplýsingar sem fulltrúar ASÍ höfðu fram að færa hafi komið á óvart, svo vægt sé til orða tekið. The word surprising is not the real word to describe it, was more shocking because we understand that we learned that there is a situation evolving already for a number of years. And when we hear that it also engages such a huge number of workers, so more than 20, it's a lot.
So you had no idea that there were workers from Latvia involved in possible forced labor in Iceland? No, neither us nor also our sectorial organization that unites construction workers. Before we were contacted by our colleagues from Iceland, we didn't know about it. Natalia segir að verkalýðshreyfingin í Lettlandi sjái sig knúna til að bregðast við fréttum sem berast frá Íslandi slæma meðferð verkamanna. What we really decided to do is that we would like to warn workers in Latvia that there are this kind of advertising, promising, amazing, nice work in Iceland, and which actually can lead to the cases of forced labor. So at least raise awareness so that people are ready and do not fall into such traps. Stjórnvöldum hefur ítrekað verið bent á þennan vanda en samt virðist lítið breytast. Greta, eftirlitsnefnd Evrópuráðsins aðgerðir gegn mansali, birti í fyrra 3. skýrslu sína stöðu mála á Íslandi. Þar var sérstökum áhyggjum lýst yfir þeim takmarkaða árangri sem Ísland hefur náð í baráttunni gegn vinnumansali. Samkvæmt svari frá dómsmálaráðuneytinu við fyrirspurn Kveiks nú í september voru tilmæli í Gretu-skýrslunni misviðamikil og tímafrek. Í febrúar hafi stýrihópi stjórnarráðsins aðgerðir gegn mansali verið komið á fót. Í hópnum eiga sæti fulltrúar 4 ráðuneyta. Vinna stendur nú yfir innan hvers ráðuneytis við að greina tilmælin og meta hvernig best sé að bregðast við þeim og móta aðgerðir, segir í svari ráðuneytisins. En þótt nú standi yfir vinna hafa ráðamenn þjóðarinnar ítrekað sagt á undanförnum árum að þeir ætla að taka á þessum málum. Og ég myndi allavega að taka það til okkar sem lærdóm. Við erum með vinnulöggjöf í þessu landi og við þurfum auðvitað að skoða löggjöfina og utanumhaldi. Það alveg ljóst í mínum huga að mansal því miður. Að skoða stöðu þolenda. Ég ætla ekki að neita því að við tökum þær ábendingar sem að koma frá. Við erum bara að fara yfir þessi mál öll saman og það þannig. Eins og var í Greta-skýrslunni á síðasta ári. Við tökum þeim alvarlega. Það ekki nóg að setja lög, eins og lög starfsmannaleigur. Það verður líka að fylgja fjármagn og mannafli til þess að framfylgja lögunum hjá opinberu stofnunum. Í starfsmannaleigulögunum eru heimildir til að sekta til dæmis og þeim afskaplega lítið beitt og það bara út af þessu sem ég að segja, þú veist, það vantar bara fleira fólk til að vinna í þessu hjá stofnunum. Sama hjá lögreglu, þú veist, lögreglan kannski gegnum tíðina hefur ekki mikið látið sig varða svona þessi brot á vinnumarkaði. Samkvæmt upplýsingum frá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu þarf bæði aukið fjármagn og aukinn mannskap til að lögreglan geti sinnt þessum málaflokki, sérstaklega miðað við aukinn fjölda tilkynninga. Aðeins hefur verið gefin út 1 ákæra í slíkum málum á síðustu 5 árum. En hefðu við fleiri lögreglumenn að starfa við málin sem og ákærendur, hefðu við færi á að bregðast hraðar við og fylgja málunum fastar eftir, en ekki að forgangsraða eins og við þurfum að gera nú, segir í svarinu. Ég held að hluti af ástæðinu fyrir að það ekki búið að taka fastar á þessu hlýtur að vera svo, kannski frekar augljós, að þeir sem að verða fyrir misneytingu og mansali, það ekki ég og þú, það ekki innfæddir Íslendingar yfirleitt og ekki fólk sem að kemur úr svona efri tekjustigum. I think that when there are the first signs that there can be forced labor with such a high number of workers, there has to be immediate investigation of highest priority so that Iceland is a safe country for migrant workers to come, including workers from Latvia. So if something like this would happen in Latvia, would the authorities act on it right away? I would like to believe that if the number was such high, our authorities would give it even higher attention and that all the parties would be involved immediately. En hvar liggur ábyrgðin á því að þetta sé ennþá svona? Ég held að ábyrgðin hljóta að liggja hjá stjórnvöldum fyrst og fremst að tryggja að stofnanir ríkisins séu í stakk búnar til að takast á við þetta. Við þurfum samt líka alltaf að skoða bara samfélagslega ábyrgð, hvort sem það neytenda en líka bara verkkaupa ef við tölum starfsmannaleigur. Já, það bara vilt eftirlit, það ekkert eftirlit. Þetta bara vilt af vestrið.
En þótt líkja megi ástandinu á íslenskum vinnumarkaði við villta vestrið, segist Sandris ekki bera neitt kala til lands og þjóðar. This first experience in Iceland is very bad. I'm not changed my mind about Iceland. I like it, everything okay, but next time I don't know how can I see that because I work in 8 Europe countries and never see this what happening here. You worked in 8 European countries? Yes. And nothing like here in Iceland? Yes. Oh, better everywhere? Yes. Það virðist því vera nokkuð ljósta hér á landi hjólum atvinnulífsins að minnstakosti hluta þeirra haldið gangandi með aðferðum sem varla hægt að skilgreina öðruvísi en sem mannréttindabrot. En hvað til ráða? Hvað þurfum við að gera til þess að stöðva þetta? Ég held að við sem samfélag verðum fyrst og fremst að viðurkenna að svona að gerast hér á Íslandi og það kannski miklu meira en við höldum. Og svo náttúrulega þurfum við öll vitum hérna við þurfum að fá vinnuafl hér til Íslands til þess að í rauninni vinna verkin fyrir okkur. Við þurfum á þessu fólki að halda en við megum ekki gleyma að þetta ekki bara einhvers konar verkfæri sem við flytjum inn, þetta fólk og við verðum bara að sinna þessu fólki og bera virðingu fyrir því.